Komið í sæl og blessuð og velkomin í Forysta og samskipti. Sigurður Ragnarsson heiti ég og þess heiðurs aðnjótandi að leiða viðskiptadeild Háskólans á Akureyri, auk þess sem ég starfa við stjórninda og forystuþjálfun meðal annars Hardstyles forystuþjálfunar aðferðina. Nú, við erum þeirrar gríðarlegu gæfu aðnjótandi í dag að hjá okkur engin önnur en Edda Björgvinsdóttir, leikkona, höfundur, kennari, fyrirlesari, þjálfari, alveg bara ýmislegt annað alveg örugglega og hún hefur til dæmis verið að vinna við stjórnenda og forystuþjálfun í áraraðir, það er að segja stjórnendur og þá sem að bera ábyrgð á fyrirtækjum og stofnunum og væntanlega öðrum samtökum og ég veit ekki hvað, við kannski að fara yfir þetta hér á eftir. Nú, síðan hefur hún sérstaklega verið að stúdera húmor og stjórnun þar sem hún lauk námi í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst og við ætlum að fara aðeins yfir það að sjálfsögðu ásamt ýmsu öðru. Nú síðan Edda, þetta nú bara rétt að byrja sko. Hún líka með diplómagráðu frá Háskóla Íslands í jákvæðri sálfræði og í sálgæslu og síðan ef að ég með þetta rétt þá hefur líka bæst við jógakennsla. Þannig að það spurning hvort það sé eitthvað meira sem hefur bæst við. Ég veit ekki, þú kannski bara segir okkur frá því en hjartanlega velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Það er gaman að vera boðin í podcast þar sem ekki leið á klukkunni 3 mínútur og svo það búið. Svo gaman að því tala svo mikið, gaman að tala. Já, bara frábært að fá þau og við nefnilega þurfum ekkert að neitt að vera að flýta okkur hér. Já, við höfum nægan tíma með, það er ekkert svona eins og þú ert að nefna. Já, það er frábært. Það er bara alveg meiri háttar. En ég mitt sko þegar kemur að því sem sagði það, við ætlum að ræða og við ætlum að fara yfir alls konar hluti. Þú veist, það er húmor og stjórnun sem ég var að nefna á þann. En svo er ég nefna stjórnendaþjálfun sem þú hefur verið að sinna og þú verið að vinna með bara vel flestum fyrirtækjum á Íslandi. Já. Og ekki bara sem að tengslu húmor heldur líka bara, það er þessi tjáning og samskipti og akkurat. Og svo þetta sem að þú er búin að vera að vinna með bara í gegnum tíðina, bæði sem leikari og svo hefur verið leikstjóri líka, þá ert þú að leiða og stýra og ekki satt. Einmitt. Þannig að þú ert búin að vera þarna með alls konar verkefni og ábyrgð og hefur eflaust gerir ráð fyrir notað húmor meðal annars í þessu öllu saman. Einmitt, já. Í öllum störfum. Öllum störfum, já. Sem ég verið að vinna. Já. Þegar ég var að lesa yfir meistararitgerðina að eins og ég nefndi því að það er svo óbáslega margt þarna sem komið inn að þú ert að skilgreina mismunandi tegundir af húmor, ávinningurinn af húmor, að nota húmor á vinnustöðum og þannig ég var einmitt svona að velta þessu fyrir mér, þú veist, hvernig ef við byrjum á því að kafa aðeins dýpra í þetta húmor og þetta, veist, hvað er húmor? Væri það góð spurning að byrja með? Sko, það er nefnilega, það er stórkostleg spurning vegna þess að það er bara ekki vinnandi vegur að afgreiða hana í stuttu máli að því húmor er auðvitað fyrsta sem henni dettur í hug, það er eitthvað fyndið, við að hlæja saman húmor sem hláturvæki og sannlega er það bara ofboðslega dýrmætt tæki svo og þá fer maður að hugsa bara að því fólk hefur ólíkan húmor hvað finnst mér fyndið og ef að þú til dæmis sem stjórnandi ætlar að fara að slá á létta strengi til að skemmta heilum hópa fólki að þá er vísast að sumir fara að hlæja, aðrir ekki, sumir kannski móðgast, þannig að þá þurfum við að fara inn í sömun og því hvaða húmor er ég að nota og það er dálítið skemmtilegt og mér er svo gaman að ég hef ekki tittmarka sem að lesa í ritgerðina mína en ég er mjög montin af henni að því að tók mér langan tíma að klára hana og ég setti mjög margt inn í hana og meðal annars þetta þessar tegundir á húmor, það er góðlegalegur húmor og það er kaldranlegur húmor
og svo sko, það í rauninni engin afgerandi svona flokkun til. Nú til dæmis ef maður tekur bara efni sem í boði, sko, og ef maður tekur íslenskt efni, að þá er sko svona aumingjarhrolls grín hjá Frímanni á meðan að til dæmis verkefni sem ég var að vinna nýlega Felix og Klara sko, það svo hversdagslegt grín. Þetta svo ofbóðslega venjulegt fólk og svo kemur til dæmis stelpurnar og Spaugstofan, það voru með gjörólíka nálgun á alltaf erum við þó að taka líf okkar sko. Og þá fer maður að hugsa sko til að slá að leta strengi og fá fólk til að hlæja, eigum að segja sögur, eigum að segja skrýtlur og þá hvaða tegundar skrýtlu, hvernig skrýtlu. Ég var eftir einhvern tíma var ég að þjálfa stjórnanda, hann ætlaði að vera ráðstefnu halda utanum sko ráðstefnuna og langaði að fá smá hjálp hvort hann gæti ekki að því að væri oft leiðilegt, hvort það gæti ekki slegið að leta strengi. Og ég sagði, fyndu einhverja sögu, fyndu eitthvað atvik þar sem að sko, sem þorir tímir að segja, þar sem að þú lendir í vandræðagangi, að gerðu grína sjálfur vegna þess að það opnar svo leiðina til þín að því þú tekst upp á sviði, þú tekur stjórnandi en leið út búin að segja sögu af þér að þá allir komnir í fangjaðir og þá búið þetta að brjóta, hvernig maður að brjóta ísinn og mér varst ótrúlega flott. Einu sinni sá ég ráðstefnustjóra, hann byrjaði bara góðan daginn. Ég ætla að byrja á því að segja ykkur skrýtlu brandara að því ég veit að það mjög mikilvægt að brjóta ísinn og einu sinni voru nunna, hommi og negri saman í lyftu og sko það þraus svo andrúmsloftið. Þetta var augljóslega stemd í einhvern hrylling sko. Og þá þagði hann alla stund og horfði við salinn og sagði, já, þakka ykkur fyrir. Þetta voru mitt viðbröðin þegar ég flutti þetta raunverulega og fannst að við hæfi í fyrsta skipti sem stjórnaði ráðstefnu og mætti þessum ískulda og hryllingi og ákvað þá að ég myndi aldrei aftur reyna brjóta neitt ís og við skulum bara fá þennan fyrsta á svið og þá hann alltaf uppskar hlátur og fagnaðalæti að vera einlægur og segja frá því þegar hann var sér til skammar og bara svona dæmi sko skrýtlur, sögur það er við erum alltaf að ganga á eggjaskurn, það ómögulegt að segja og ég fæ kvíðakast þegar fólk segja, ég má nú til með að segja þér eina svona skemmtisögu eða brandara, ég fæ sko skjálta inn í mig bara svona að því ég svo hræddum og ég get ekki búið til eðlilegan hlátur nema ég sé upp á leiksviði og þá það tæknin líka að nota tilfinningar sínar. Ég get ekki búið til hlátur sko ef ykkur að reyna að vera fyndin og mér finnst ekki fyndið og mér finnst það kannski vandræðalegt eða dónalegt eða eitthvað. Þannig að ég fæ kvíðakast og það það sem gerist og þess vegna finnst mér svo ótrúlega og þegar hafandi verið skemmtikraftur tíma þá ofsalega margir að reyna að segja manni brandara sko og bæta við hérna og þú getur nú að nota þennan og svo koma svo hræðilegar sögur og svo óviðeigandi svo þetta. Hvað gerur þá þegar þú lendir í þessari aðstöðu? Ég reyni sko, mér datt í hug fyrst á ég að láta líða yfir mig bara og láta kalla sjúkrabíl það er kannski aðeins svo drastist þannig að ég gjarnan að þetta svona þetta í þannig umhverfið mikið af fólki oft verst ef ég lendi bara eitthvað stór út í horni prófa en yfirleitt getur það fyrirgeði ég vil bara koma svo eftir ég að koma og það, þú veist bara einhvern veginn svindla mér út af þessu en sko, en þetta
sko, þetta bara svona einhliðin og ef ég ætla að reyna að skemmta fólki svo bara svona ef ég í hóp og mér dettur ýmislegt í hug og ég segi það að þá sko oft án þess að hugsa hvaða hópur með ég bara kem hérna inn í stúdíó og það eitthvað tæknuminn og ég læti eitthvað sögu flakka og það getur meitt eitthvað alveg rosalega þannig að finna öryggið í því að slá og létta strengi að fá maður þá öruggasta svæðið að gera grín af sjálfum sér það öruggasta svæðið og vanir uppistandarar þeir nota það að þeir safna sögum náttúrulega í gegnum tíðina af alls konar fólki og stela þeim hermað upp á sig og allir þeir sem að veislustýra eða halda ræður það svo gott að byrja á því að bara svona þetta í þessu felst nefnilega ákveðin auðmýkt og áhorfendur túlka þeir fyllast trausti þeir bera meiri virðingu þetta mjög merkileg rannsók sem á stjórnendur sem að slá að létta strengi og nota þessa tegund beina því gegn sér og þá myndið svo nefndir á hann að þessi einlægni þá í því en sko núna eitt sem kemur upp í hugann hjá mér ég segi það svo mörg að taka ég meina eitt af því sem að þú ert að skrifa um þessi ritgerð eru hérna húmor í samninga þeirra það finnst mér alveg stórmerkilegt því það líka efni sem ég vinna með sko líka með stjórnundum og fólki en það sem ég að hugsa núna nú er við með einhverja manneskju sem að bara, og það kannski að verið sagt við þessa manneskju sem að kannski var ekkit sanngjarnt rétt og hún væri húmorslaus eða hún hefur bara upplifað það hlæringin að mér eða með mér eða hvernig sem það sko og þannig að það þarf sjálfstraust til þess að gera þetta það er nefnilega, og líka það sjálfstraust að vera með einlægni þú veist það er nefnilega það og þess vegna segi ég það ofslega áríðandi að safna í gleðibanka það og það ákveðin tækni sem að uppistandarar breskir kunna mjög vel og meiri séru farnir að gera pynti grín að upphafinu sem þau nota gjarna sem On My Way to the Theatre að því öll þessi hús heita Theaterhús ekki beinlínis leikhús On My Way to the Theatre I was in the tube og þeir koma með eitthvað sem gerðist á leiðinni þá ertu bæði búin að færa það nær þér í tíma og það kom fyrir hann og þú ert að segja mér eitthvað sem að enginn af hinum að þeir fengu ekki þessa sögu í gær að þetta kom fyrir þig áðan þannig að maður auðvitað fiffar til þegar maður hefur þetta sem vinnu þegar maður uppistandari en þetta samt sem á tækni sem svo auðvelt að nota og maður safnar í sarpin og þegar að kemur að erfiðum fundi og eitthvað að þá það alltaf hægt einhvern veginn að nota eitthvað til þess að beina athygli fyrir ekki við ég verð bara að segja ykkur að því að taska mín ég mista hana áðan á liðninga barnabarnið mitt sagði við mig þegar ég var að fara hinga og þá ég kom með bara svona löflétta sögu af ykkur sem að barn hefur sagt sem að gjarnan þau svo fyndin að því þau svo einlega og ritskoðast ekki og þannig það alltaf hægt og maður ekki að taka áhætt, maður þarf ekkert ólega mikinn kjark nema maður þarf þetta, það ákveð hugur ekki bara kveða sér hljóðs en þegar maður komin á þann stað maður þorir bara yfir höfuð að tjá sig að þá yfir þetta og segja og einlægni felst í því að þetta mín saga, þetta mitt barn eða barnabarn eða þetta mitt umhverfi og ég að hleypa þér inn í lífum mitt og þetta algjörlega brilljant tækni fyrir stjórnendum fyrir þá sem að bara yfir höfuð vilja nota kannski píldi tíma í upphafi samveru til þess að allt gangi og allir það losni alla vegna þess að maður svolítið stífur þegar maður kemur og maður á fyrirlestri og maður situr og allir sitja bara svona í röð og góðan daginn og fyrirlesarinn byrja og það svo þakklátt ef fyrirlesarinn leyfir manni aðeins að slaka á
og þetta svo einföld tækni en þú verður að finna fyrir þig og ég fyrir mig vegna þess að ef að þú ferð að herma eftir öðrum það kann ekki góðri lukka stýra sko. Þú verður að finna hvað finnst þér, hvað hefur glatt þig og að hleypa fólki að þér með því að deila því einhverju vandræðgangi. Ég til dæmis ofsalega seinheipi manneskja og ég mjög örlátt á það, ég safnaði, ég skrifaði niður og af nógu að taka sko og svo börnin rifi pláturskost sem maður hefur fengið vandræðileg gang sem maður hefur lent í sem að allir lenda í með reglum millibili. Þetta er vanmetin fjársjóður og mér finnst það sem að var svona tilgangurinn með þessari ritgerð og þessum rannsóknum vegna þess að í leiklistinni hef ég bara það hlutverk oft þegar kemur að gamanefni það bara fólk á að hlæja láta fólk hlæja og það, svo það bara undir hælinn lagt sko hvort það tekst eða ekki en í bara svona á vinnustað þú er búið til gott andrúmsloft það er bara gott andrúmsloft er fjársjóður hvers vinnustað sko. Það er bara vinnustað menning er voða mikið þetta hvernig við komum fram hvert við annað og alveg nákvæmlega sama og mér líki ekki við alla ég verð að gjöra svo vel að bara koma fram við fólk af virðingu reyna að finna fljótt hvað getum við þótt væntum við farið þessar mannesku og léttleiki hann hjálpar okkur alltaf upp úr ykkur svona að festast í ykkur í stífni eða hólfi eða frjósa. Þannig einmitt eins og ef þú ert að tala meistararitgerðina, húmor og stjórnun að þar er sérst upplegið að skoða sérstaklega þú ert að rannsaka meðal annars með viðtölum við íslenska stjórnendur og þú sendir líka út spurningarlista og ert að skoða alls konar heimildir og fyrir rannsóknar og svo framvegis og tvinna þetta saman og hérna þannig að þú ert að skoða þá hlutverk húmors og stjórnunar eða hvað og svona áhrif og hérna hver ávinningurinn er og svo framvegis og endilega bættu við ef ég er ekki að orða þetta nægilega vel. Nákvæmlega þetta bara og hefur það bara hreinlega áhrif á, það var spurningin mín, rannsóknarspurningin vöxt og velgengni fyrirtækja og það er svo afgerandi ef við tökum þetta fyrirbæri samskipt þetta ekki við skoðum það, ef við greinum það, ef við tölum opið og heiðarlega það, hvernig eru okkar samskipti með húmor þegar við notum þetta tæki og síðan bara leggja línur í sko húmor, við getum líka bara sætt okkur við að við ætlum að láta fólki bara líða aðeins betur að þannig að flæða á þessum vellíðun og hormónum sem að ég tala mikið endorfín, dópamin, serótónín, óstjórn að það aukist, að þá bara þessi mínúta eða 2 eða 3 þar sem að við erum kannski að fara á erfiðan fund og þá er það bara fyrirgefið því ég hefði bara svona reglu ég fer alltaf með 1 ljóð eftir káinn bara svona ganni og og ef þið hefði ekki heyrt það þá bara gerðu svo og lengra var það ekki sko og einn bankastjóri mitt mér var svo áhugavert að hann sagði ég auðvitað mér dettur ekki alltaf allt í hug, ég er oft mjög erfið að fundi og svona að sameina deildir og hann sagði ég fæ mér alltaf aðstofamann, ég veit að þessi er svo góður í þessu og þetta heitir náttúrulega að nýta sko resource management, þetta heitir að nýta sér auðvitað aðra og fá hjálp, við þurfum ekki að gera þetta en eins og er svona bara dálítið afgerandi rauði þráður stjórnendurnir verða að gefa leyfi það þarf ekki bara formlegt leyfi gefið með orðum, heldur bara þurfa þeir að vera þessi kanall það má ef einhver er að hlæja bara fara og vera með hvað er að gerast hér og ég myndi og þannig er þetta að líka ramma niðurstöðunar, þú veist að það er þetta mitt, þetta er alveg hluti af kúltúr, það er búið að gefa leyfi, þetta verður svona hluti af bara venjum og siðunum í fyrirtækinu og árangurinn
og það afraksturinn þá eins og þú ert að segja, það er meiri þá gleði og svona bara velsæld, starfsánægja. Já, ég meina heilinni fann að starfa öðruvísi, það kemur í ljós. Fólki líður betur. Já. Og svo hefur þetta líka taugakerfið og svo nefnir líka einmitt að þetta þeirra hortir á reksturinn líka, það hefur líka jákvæð áhrif á reksturinn. Það bara getur ferð í afsreikningana og sér bara spaugið hvað það hefur gert. Já. Þannig að þetta er rosalega, þetta fannst mér mjög áhugavert og svo er náttúrulega bara eitt af sem að þegar tók ég ákveðu sjálfsögðuna og að þá er húmor eitt af hamingju aukandi tækjum sem við höfum en svo líka getur verið og það er þarna sem þess að vilja fólk bara ræði saman húmorinn á hvernig húmorinn hér hjá okkur er allt í lagi með alla eða eru þið til að vera heiðarleg og segja ef að eitthvað finnst eitthvað óþægilegt og fólk móðgast ofta bara svona, mér bara sárnar þegar þú ert að gera grína þessu þá eigum við að til að bara þú ert náttúrulega bara alveg út frá viðkvæmi og bara með svo lélegan húmor maður nánast að segja sko í staðin fyrir að bera virðingu ef að þú ert viðkvæmur fyrir því að ég gerir grína þessum að þá, eða þessum hlutum eða í lífinu að þá bara passa ég það þegar þú ert nálægt, ég er ekki of góð til þess, ég menna ef að þú ert með hnetofnami, ég er ekki í eigingirni minn að borða hnetur hérna, þannig ef að það er eitthvað sem fer með taugakerfið þitt að ég segi ekki sannarlega hluti við þig, ég segi ekki ef mér finnst þú ekki velklæddur eða góður gefandi fríð, þú veist ég er ekki að ausa yfir þig einhverju svona minni skoðu og húmor er nefnilega þetta, þannig að ef við komum okkur saman að vera bara alltaf á verði og það að hérna til dæmis skapast oft deildagrín í hinum ýmsu stofnunum og sem getur verið alveg ofboðslega gefandi og léttlundina svo getur það farið að pirra og meiða og þá þurfum við heiðarleika og kjark til að tala það. En þú fléttar þetta einmitt vel saman Yrkjón líka það sem þú er að vinna með þetta efni að því þú líka verið að vinna með eins og ég sagði áðan tjáningu og samskipti að einmitt þessi einlægni og geta þá tala saman þetta þannig að við gætum verið með eitthvað hvort sem væri stjórnandi eða eitthvað manneski vinninni sem að telur sig bara vera með vera svona ég bara jákvætt aflega hvað maður að segja en er kannski samt ekki að nota húmor sem að er að virka þannig á fólk kannski meira kannski að taka einhverja fyrir eða þá að sko að þú tala kaldranlegan húmor sko hann getur verið meiðandi ef hann er á kostnað sko eitthvað annars ef ég skilur þér rétt sko og þá þarf að ræða það sko þá þannig að ræða er það ekki? Jú, af því að kaldranlegur húmor sko ég ólst upp við mjög sko kaldranlegan húmor og svartan húmor og mér finnst það rosalega fyndið og það er svona stór fjölskyldi kringum mig sem notar þetta mikið svo sko eftir að ég fór að pæla svona mikið í þessu að þá áan við einmitt í okkar hópi leið og er komin ykkur utanakomandi sem stuðast að þá kannski ég segi ekki að ég gjörbreyti húmornum mínum eða hegðun minni en samt þá bara fyll ég með ykkur tillitssemi við sjálfsagt gera líka í þessu með að hvernig er húmorinn okkar vegna þess að þetta getur verið alveg ofboðslega fyndið þessi að sko ekki self-deprecating sem að er að gera grína sjálfur sem heldur gagnvart öðrum getur verið svo fyndið ef þeir taka því, ef þeir njóta þess líka en svo getur verið að njóta þess stundum og upp á einhverju marki og þá þarf alltaf að vera þetta og það er það sem að ég sé eftir að hafa unnið með svona ótrúlega mörgum fyrirtækjum að vantar oft sko. Það er að við getum satt til því þetta bara, mér finnst þetta svolítið meiðandi og ég man að ég var einhvern tíman í einhverju fyrirtæki og þá var einmitt þessi, þetta var svo fallegt og skemmtilegt hvernig þessi
hvernig samræður fóru fram vegna þess að eins að ég ætla ekki að breyta mínum húmor, þetta bara minn húmor og ef aðrið þolan ekki að það verður bara hafa það og ég eitthvað breyta mér og þá sagði einhver önnur manneskja, mér finnst bara ákveðið sem að þið segið, finnst mér meiðand og mér líður illa með það og megið þið meiða mig af því að bara yttar húmor, ég meina hver og ein manneskja með mjög, ég meina ég grínast ekki eins við fjölskyldu mína fyrir norðan eins og ég gerir við saumaklúbbi minn til dæmis og ég grínast ekki eins við leikhópi minn hér eins og sko leikhópnu sem ég var síðast í og það bara, og maður verður hlut af ykkur í heild og stundum maður bara síhlæjandi af því að það heildin verður einhvern veginn allir leggja svo mikið í púk sem að hendar öllum og stundum það bara þannig að það er einhvern veginn verður bara það verður ekkert grín sko það getur verið ágætt andrúmsloft þannig að þetta er til þess að skoða og einmitt það var svo magnað að ég verið hjá nokkur fyrirtæki sem hafa verið tekin algjörlega sko og tætt sundur í fjölmiðlum og þú getur ímyndað hvernig það að vera mæta eftir bankarsunnið bara og vera gjaldkerinn og mæti vinnu sko eða ykkur skandalmál og þá ég myndi á nokkur fyrirtæki sem að ég tala við sem hefur lent í því og þá voru allir samanlega og stjórnendur ekki síst, það þurfti bara miklu meiri léttleika. Það þurfti og ég man eftir að það var tvær sem tóku að sér svona risafyrirtæki þar sem að var einhver skandall og einhver skammir alveg í sífellu, bara búið að vera í marga vikur. Og þær tóku að sér að búa til úr hverri frétt lítinn skets bara fyrir hina og sendu það á fólk þannig að og sá alltaf húmorhliðina og öllum þessum fréttum sem birtust innan fyrirtækis og sendu bara innan fyrirtækis þetta bara til að þau getu huggað hvert annað og aðeins bara svona andað léttar bara talað þar sem engin annar í raunin, engum öðrum kom við, en það að geta hlegið af því saman af því þetta fólk sem að kannski einhver einn krimmi eða einhver sem svekar í fyrirtæki sem að eða einhver lítið deild sem að hefur verið staðinn af einhverjum óheilendum og allt verður vitlaust og svo sitja eftir 99% af fólki bara og þjáist og fær barsmíðar og yfirhalningu frá öðrum eins og gjaldkerarnir ég var með bankana í svona bara eiginlega heilum, við vorum bara að vinna dálítið með gleði og húmor og þau höfðu þjáðst svo mikið, það var ofboðslega þjáning hjá venjulegu starfsfólki það var fullt af mönnum sem að ég hef ákveðna skoðanir á því hvort að ég myndi vilja yfir höfuð eiga samskipti við og ekki en þetta fólk, þetta bara vinnanirra og alveg sama hvað skoðanir þau höfðu til dæmis á sínum yfirmenn öllum sem hefði gert og svo framvegis eða samstarfsfólki sín þau urðu bara að gjöra svo vel einhvern veginn að lifa af og svo eins og í bönkunum þá fólk að koma utan á götu á þessum tíma náttúrulega og var brjálað og beitti hreinlega andlegu ofbeldi og ég held að enginn hefði lent í líkamlegu ofbeldi beinlínis en þetta var alveg gott dæmi hvað til dæmis og þarna kemur sálgæslan líka inn í hvað það nauðsynlegt að tala saman þegar allt fyrir á hvolf á einu vinnustað og það kannski reiði að því að vera uppsagnir og eitthvað óréttlæti að þá ofboðslega mikilvægt að svo reiði bladra verði tæmd að þetta partur af úrvinnslu þetta eins og þegar maður verður fyrir áfalli og missi þá partur af úrvinnslunni reiði og þetta nauðsynlegt og reiði gagnvart
einhverju, það getur verið svo margt. Margt, Og það þarf að tæma þetta og það þarf að gera þangað til að bara maður þarf að fá að vera reiður, þangað til maður er búin að tjáða það mikið að reiðin er ekki lengur. Er þetta þá, veistu, að tengja saman hana sálgæslu til þannig? Já. Og jákvæða sálfræði Einmitt. og þennan húmor, Já. að því að, þú veist, ef ég skilur rétt að þá getur verið að nota húmor í öllum kringumstæðum, hvort sem það er krísuástand eða hvort sem það er allt bara í góðu lægi, Já. þá getur við nota hverju tveggja, en þegar að en það þurfi samt að vera pláss fyrir þessar tilfinningar, þannig að þú veist, það er ekki þannig að við bara allt snú öll upp í grín, skilu, þegar eitthvað gerist, við þurfum að vera við sjálf, þú veist, og við getum verið reið, við getum verið glöð og við þurfum að ekki að íta hlutunum frá okkur, við þurfum að vinna í samt hlutunum. Gríni snýst ekki veruleika flótt, eða skilur hvað er það? Sko, það er nefnilega að því hann getur verið, grín getur líka verið og húmor getur verið flótti líka. Þannig að það er ekki séns að ná samtalinu af því það er alltaf að djóka. Það er alltaf einhver sem er svo fyndinn. Það er ekki hægt að ná alvarlegu samtali og það náttúrulega verður svo ofboðslega þreytandi og stannað. Sko. Þannig að sko, við þurfum að ræða, við þurfum að geta rætt og það þarf eiginlega að vera einhvers konar sálgæslu aðili. Hverjum einasta vinnustað því að svo margt að koma upp. Þannig að fólk getur sagt, ég meiddi mig, mér líður illa, mér finnst þetta vont og þegar maður er búin að segja, eða ég er brjáluð, ég er ofboðslega reið og þegar maður er búin að ná að segja það, þess að samtalið skiptir öllu máli. Það að vinna úr áfallið, að vinna úr reiði, að vinna úr með sjálfum sér, það er lífshættulegt. Það bara gerir maður ekki. Það heitir ekki að vinna úr, maður bara enda með sjúkdóma held ég, sko. Og þetta að leyfa fólki og hvetja það til þess að maður má vera reiður, maður má vera sár, maður má vera fullur af hefndar, fýsn og þetta allt sem hann er eðlilegt og maður þarf að gangi í gegnum það. Og svo er eitt af ráðunum fyrir utan að nú þurfum við að leysa þetta, hvernig ætlum við að nálgast, hvernig ætlum við að byggja upp aftur og ein leiðin er gleðin, auka hamingjuna, nota húmorinn. Og fara bara í að hlæja saman og það eru marga leiðir til þess til dæmis að hlæja saman. Ég meina allt þetta hópefli, þetta fara saman í pílu eða fara saman í eitthvað minigolf eða eitthvað. Þetta hefur svo mikið að segja, það hefur svo gríðarlega góðan mikinn tilgang. Já. Og það er svo gaman að flétta þetta saman og þetta með sjálfgæsluna og eitt að bjargaráðum eftir áföll til dæmis þetta er bara komið frá gamla góða Freud eitt af fyrsta sem skrifað bjargaráð að hann til dæmis lýsir því að það er bara bjargaráð að maður lendir í alvarlegu áfalli og maður dofnar upp maður bara er ekki til staða, maður missir samband við líkamann sinn, við hugan sinn og maður er bara algjörlega og maður getur verið í einhvers konar koma ástandi bara í einhver tíma og eitt af bjargaráðum líka er reiðin að fá út að bara virkilega að reiðast þessu ástandi sem að ég skapaði ekki, ég lendi í eða eitthvað sem ég fæ í fangið og ég ræði ekki við og svo er fallegast að fannst mér og maður sér þetta mjög víða og bara við hefum tekið þátt í svona það er bjargaráðið að því hann nefnir húmor sem er svo skemmtilegt að skoða, við þurfum að skoða frá öllum hliðum og erum búin að ræðum en það nefnir göfgun og göfgun er, og mér finnst þetta svo fallegt orð þetta er þegar að til dæmis ég ákveð að hlaupa maraþon fyrir einhvern, að því ég misti einhvern úr krabbameini til dæmis að þá er það mjög þá er það göfgun að búa til farveg fyrir það er hlaup, það er söfnu, það eru tónleikar, það er að gefa út bók, það er að skrifa, það er að búa til lög, það er að syngja, alls konar hlutir sem að eru bjargráð mitt til að bera smyrsl á sárin minn og annara. Já, akkurat. Og þetta er líka hægt í vinnunni.
nákvæmlega og þetta bara, því á vinnustöðum það svo margar áskoranir, það bara breytingar, þessi breytingarstjórnum bara gengur út á að fólk, að reyna að sætta fólk við að því allir streitast á móti, ég vil ekki breyta, þetta mitt skrifborð, þetta mitt rými, ég vil ekki missa til dæmis hluta af því og ég vil ekki að þessi yfirmaður sé allt í einu yfir mér, ég var með annan sem ég líkaði betur við og það að einhvern veginn að skella breytingum á fólk, það ávísun á ótrúlega mikil vandræði, vanlíðan, leiðindi, árekstra og bara getur ferði í styrjaldir sko. Þannig að þetta að getum við tala saman áður ef að undirbúa, ef að gera þetta eins mjúklu og hægt kannski það samt pínlítið erfitt en miklu auðveldara ef við förum saman í bátinn og róum nokkra hringi og förum yfir þetta og komdu með þína til hvernig sæir þetta fyrir þér þá þannig að þú sættir betur við þetta og þér liði betur. Já. Einmitt sko, eins og með þetta, það getur verið ólíka kringumstæður sem að skapa eitthvað svona umhverfi eða andrúmsloft eða eitthvað, þú veist, það getur verið breytingar sem þú ert að segja, það getur verið einhver starfsfélagi hafi fallið frá eða það voru einhver uppsagnir eða það er vinnustæðmenningin eða andrúmsloft eða móratin ekki góður og það reiði og kannski vonbrigði og alls konar tilfinningar annað sem að kemur upp sem að þarf að fá að vinna úr og þá það sem sagt ef ég skildi rétt og þá þarf það að vera til staðar, það þarf að leyfa því að vera og síðan þegar það búið að fara í gegnum einhverja vinnslu á réttum tímapunkti þá að bæta að koma svo inn með meiri léttleika. Já, í uppbyggingunni. Já, þegar uppbyggingin byrjar. Já. Og þá þurfum við líka að vera bara dálítið sammálum að sko að skilu bara þegar allt fer í háalótt segjum að sé mitt bara eitthvað svona erfiða breytingar og brottrekstur og eitthvað og það hefur samrunni tveggja fyrirtækja og eitthvað og bara fólk þjáist oft yfir því vegna þess að missir allt öryggi og það að sko það að hafa hlustun, það að hvetja fólk til að tjá sig það og ennþá meira að þá smám saman nær maður þeim stað að maður getur farið að hugsa rökrétt og sjá frá fleiri hliðum og að taka stöðuna þaðan. Hvernig ætlum við, nú erum við komin hingað, hvernig ætlum við að gera þetta þannig að okkur líði öllum betur og þetta það þarf alltaf hjálp við þetta sko. Fyrirtæki eru vanalega að fá aðstoð svona og mætti vera miklu meira miklu meira af sálgæslu aðstoð, þar að segja einhver manneskja sem kann að leiða samtal og fá sem mest setist með hverjum og einum og leiða honum að safni saman og fara í gegn hvað hægt að gera við það sem að liggur fyrir og þá verðum við líka þá kemur náttúrulega að leiðtogum að koma með og svo langar okkur að fara að við hittust öll hér gerum þetta saman og bara byrjum að byggja upp og hjálpumst að við það og reynum að fá alla með í það lið. En þetta ekki með þetta punktur sem að oft stjórnendur eru að flaska og því að ég meina þetta bara hluti af stjórnun og fórustið mitt, þú veist að það snýst ekki bara með einn einstaklingar, vera saman í liði, við ætlum að gera hlutina saman. Já. Við sköpum þetta andrúmsloft saman, þú veist, við búum þetta til og með einlegu samtali, þú veist, ég get sagt ef maður líkar ekki eitthvað og við erum tilbúin til að rýna til gags og það ekki, þú veist, þannig að þetta svona að því að ég svona bara velta þessu fyrir mig að því við erum að fara yfir alls konar hluti og tegundum og svo allt þetta og ég heyri strax að þetta bara getur verið gríðarlega gagnlegt bara fyrir þá í vinnunni sem að vilja notfæra sér þetta og skilja betur hvernig þetta virkar og hvernig hægt að láta þetta virka betur í einlægni en þetta snýst ekki það eins og þú sagðir áðan ef ég skildi rétt að þú gerist allt innum bara ykkur uppistandar og fara að mæti vinnuna sko bara. Nei, það er svo langt í frá
og þetta að ætla sér bara breiða yfir allt, Já, sko, einmitt, já. alla blettina Nei, það gengur og brunasárin, það gengur auðvitað ekki. Nei. Þannig að það er, og það er kannski það sem að þarf að huga bara betur að. Það er sko andlegur þroski hvers og eins, hversu vel er stjórnandinn í stakk búinn til þess að takast á við, sko, hversu vel þekkir hann sjálfan sig, hversu vel þekkir hann aðra, hversu vel gengur honum að tengjast. Þetta er náttúrulega svona á að velja stjórnendur og leiðtoga, að þeir hafi allt þetta miklu frekar heldur en sko einhver ákveðna gráður, segi ég, vegna sem þú getur alltaf bætt við námi, en ef að þú hefur ekki tilfinningagreind, að þá ertu bara ekki góður stjórnandi, og hvernig ætlum við að komast að því, og þarna kemur að þessu sko, hvernig fólk ráðið til starfa, hvernig kemstu í þess að maður þarf að vera svo mikill humanisti til þess að geta haldið utanum hópa fólki. Hörkuvinna. Geta tengst fólki, sett sig í spor, lusta, lagt sig fram við að skilja, spegla. Já, og svo líka sko virk hlustun, luta þessu ekki satt. Og fá fram hjá fólki, það hjálpaði að tala. Heiðarleiki líka, ég geta bara sagt við fólk, þú veist, ef þú getur þurft að segja eitthvað erfitt eða eitthvað sem einhver viðkomandi vill ekki hlusta á, en þá að gera það með eins svona faglegum og sanngjörnum hætti eins og mögulegt er, ekki til þess að meiða. Og það er einhvern veginn allir með þessar staðreyndir á hreinu, já, borga sig að byrja á svona einhverju uppbyggilegu og svo áður en kemur að gagnrýni, en fólk er samt sem áður alveg glatað í þessu líka, skilur. Já, ég er bara fyrirgeðu skulle svona brosa þessu eða svona hlæja því að maður tengi við þetta, það sem maður hefur verið að vinna og fyrirtækjum og líka bara það sem hefur verið stjórnandi og fórustu þjálfuna. Já. Og þetta er bara ekkert, þetta er áskorun, þetta er ekkert auðvelt. Já, og hver og einn þarf þetta bara að þroska sig. Já, og enginn er fullkomið, ég er líka að hugsa það getur allir gert mistök. Maður getur sagt eitthvað eða maður getur óvart meitt eitthvað, maður ætlaði ekki að gera það. Maður sagði eitthvað brandara sem var ekki alveg viðeigandi. Já, eða bara eitthvað viðrið eitthvað skoðun sem að milda eitthvað og svo framvegis, sko. Já. En það er svo ótrúlega margt og þess að við sem svo gaman einmitt að hafa fengið jákvæð sálfræðandi viðbótar við þessar rannsóknir mína á húmor og síðan sálgæsluna vegna þess að hvernig getum við notað hamingju aukandi aðferðir og þar á meðal húmor til þess að fara aftur á þann stað að við náum lífsorkun okkar eftir, og svo þetta með eða gerist eitthvað í fyrirtækjum, einhver missir eitthvað, þá er til dæmis alveg ótrúlega oft sorglegur vandræðagangur af því allir vilja sína hluttekningur og fólk kann það svo misvel og þetta er svo ótrúlega erfitt og mér langar bara að segja það. Ég bara vita ekki nógu margir að það er til dæmis á síðu sem heitir sorgarmiðstöð.is þá eru leiðbeiningar fyrir aðstandendur hvernig ef einhver verður fyrir til dæmis erfiðu skyndilegu missi, hvað er gott að gera, hvað ber að varast og þetta er skipt í mér sér 3 hópa. Það er fyrir þá allra nánustu, það er fyrir góða vini og þá sem er mikið og svo bara fyrir eins og vinnufélaga og ef að fólk til dæmis, ef þetta væri bara hangat upp á vegg á öllum vinnustöðum eða partur af því sem að þú lesefni, að þá væri það til dæmis svo mikið auðveldara vegna þess að fólk er hreinlega meitt með því að það verður að sína hlutekningu á rangan hátt, sko. Akkurat, og þetta tengist þessari tilfinningagreinin sem þú veist að hjálpa með hana. Já, einmitt. Þannig að, já, takk kærlega fyrir þetta. Ég er að velta fyrir mig, af því þú komið með fullt af dæmum sem eru svona praktís, sko. Já. Þetta er fólk sem að, þú veist, bæði að nota húmorvinni betri samskipti og líka þegar við erum að tala með þessar hluti sem eru erfiðir. Já. Og nú dettur mér í hug eitt sem að þú hefur unni með að nota og þú hefur talað sko mengun á vinnustöðum, umhverfismengun. Þá ertu að vísa í raun og veru svona hegðun sem er ekki árangusrík, er ekki eflandi eða hjálpleg.
og það Kannski aðeins að segja okkur frá þessu. Já, ég hef svo gaman að ímynda að skoða þetta vegna þess að þetta eitt af því sem að sko mengandi aðilar, þeir bara gangast ekki við því, þeir hafa kannski ekki hugmynd það, af því að ég hef hitt endalaust af fólki, ég ætla að vinna með svo mikið af fólki sem að segja bara, já, ég er bara gagnrýni manneskja, ég segi bara það sem ég finnst, ég segi bara það sem að mér finnst að. Og sem að er frábært að læra, að geta rýnt til gagns og sagt það sem manni finnst að. Og þá kemur að því, þá er bara regla nummer 1, ert að segja það við þann aðila sem getur verið hreyfiafl til breytinga, ert að koma ykkur áleiðis, sko, þannig að það sé hugsanlegt að þú sést að bæta þar sem að þarf að bæta. Ef ég er á kaffistofunni, stanslaust að segja það sem mér finnst að, já, mér finnst það bara alveg ferld og mér finnst það fáránlegt og þá heitir gagnrýni mín mengun. En ef ég hef farið beint í næsta yfirmann minn eða hvert sem að þá, þetta er bara mjög einfaldur hlutur, en fólk áttar sig alls ekki á því og þegar að sko fólk segir til dæmis, hvað má ég þá ekki hafa skoðun? Má ég ekki segja mína skoðun? Jú, auðvitað máttu það. Ef hún meiðir engan, ef hún býr ekki til vont andrúmsloft, ef hún gerir ekki pirra og ræniði orku, eins og þetta farin á vinnustað og tiltaka allt sem var ömulegt í fréttum og öll hættan og öll náttúru váin sem að blasir við eða stjórnendurnir sturluðu sem ætla að rústa heiminum. Ef ég kemur á vinnustæðum minn og segi nýjustu fréttir af því á hverjum degi, þá heitir það mengun. Það bara kemur engu við og mér finnst þetta búið til reglur á vinnustæðin svo í mjög mörgum leikskólum. Þú kemur ekki inn í leikskólan með vandræðin að heiman, vandræðin á einkalífinu og þú kemur heldur ekki inn með nýjustu leiðilegu fréttirnar og fjölmiðlum. Þú bara, engar, það er bara regla. Þannig byrjar þú bara á því að næra því á þessum litlu krílum og hvað hafa þau að segja og þú getur sinnt þeim og þetta er bara svona, mjög stutt þetta að vera á öllum vinnustöðum, ekki bara leikskólum, þeir eru svo langt á undan í svona auðvitað tilfinningagreind, þeir sem vinna þar heldur en í mörgum öðrum fyrirtækjum, en mjög stutt þetta vera hvort ég gagnrýnin manneskja eða umhverfismengun og hvenær detti ég að vera bara mengun og hella úr gremju kassanum yfir þig. Já, þannig að ég skilur það getur kannski umræða á kaffistofunni, það er einhver starfsmaður sem er með mengun eins og þú ert að lýsa, óanaður með einhverja hluti og talar oft það. Já. En gæti í raun og veru kannski bara sjálfur verið að gera eitthvað í því eða farið til yfirmanns eða einhver sem að gæti mögulega þá verið að breyta, ok, þetta er eitthvað sem að þér líður illa með, okkur líður illa með. Þú veist, hvað er að gera þá í því ef þú ekki bara breyta því? Er ekki það sem þú ert að tala um? Jú, og þá er þetta orðið bara mjög hreinskipt og heiðilegt samtal. Mér finnst þetta alveg út í mér langar ekki til þessu og ég er með tillögu að breytingu til dæmis. Eða kannski ekki með tillögu, það er þitt hlutverk. Og ég bara skilit eftir þar með það búið. Og svo kannski fyrir til vinslu og næsti við maður sá sem að gat gert eitthvað í þessu er bara tilbúin að taka þetta lengra. Nú ef ekki, og þá verði ég að passa mig að verði ekki aftur mengun. Nei, ég er nú búin að fara og tala við hann og það er bara eins og að tala við grjót. Hann bara gerir ekki neitt í þessu engan áhuga. Þá bara aftur og mengun. Svo getur mengun líka verið bara, hafið þið heyrt að hún Sigríður, hún var víst færði í starfi í gær. Og þá ertu komin á mannársmorði sem er bara svona að segja fréttir af fólki, sem að breytist í slúðra og kjaftarsögur og það er enginn sem gengst við því að slúðra. Og þess vegna þarf maður svo mikið að líti í eigin barm að því ég bara að segja, ég bara að spurja fólk, hafið þið heyrt að sé, kannski, hafið þið heyrt að þessu skilin og þetta er eitthvað sem að kemur engum við og kemur bara í ljós, skilur, og þetta er alveg rosalega mikið og stórt hvað ég að segja vandamál bara í íslensku atvinnulífi og svo bara getum við farið í hópana og klúbbana og allt það en að því ég svo gott að skoða vinnustaði og þarna líka bara og það er svo erfitt
líka að stoppa þetta að, nei, ég heyrði nú að hann var í dottin í það aftur, að það svo þetta að segja, við erum ekki með kjaftasögur þetta er bara flokkstundi slúður og okkur kemur það ekki við, að því þá maður að berja manneskjunu sem sagði þetta, þannig að við getum í rauninni búið til, erum við hér, við getum bara búið til litlar stundir svona, þar sem við bara förum yfir, erum við búin að vera daldi mengandi og þetta líka gagnrýna bara, mér finnst rosalega skrítið hvernig þið gera þetta til dæmis í þessu stjórnendanámi, ég get ekki skilið það, þið veitir, akkur ætti maður að tala það við alla mögulega, hvernig farið að því að vinna í einni deild, þegar að maður er með góða hugmyndabreitingum eða eitthvað bara, mér finnst að þetta ætti frekar vera svona, það er frábært, en bara, nei, ég bara skil, mér finnst þetta ofsanlega skrítið, þá er maður mengun, já, og hún gerir það verkum mengun, það er þess sem þetta er áríðandi, maður missi lífsorkuna, maður missi kraftin, heilin starfar öðruvísi, það minnkar flæði á veljiðunarhormónum sem við erum að auka til dæmis með því að segja gleðisögur og þar með erum við að skila verri vinnu, bara það að ég er aðeins að spyrja þig út í eitthvað hvort eitthvað sé kannski að gera eitthvað sem að mjög veist ekki nóg gott skilur og fá staðfestingu. Gæti verið að fara orkuminni og leiðari úr kaffitíma heldur nú komst. Þú er mjög oft í kaffitíma. Já, nákvæmlega, og ég menn þú nefnir mörg atriði hérna, þegar þú ert að vinna með fyrirtækjum í tengslu svona mengun og það myndar svona ósiðir og þú veist að segja, að það getur verið viðkvæmt að hvernig þetta er orðað við fólk, þú veist. Hvernig ráðleggur þú? Þeim vinnustu að breyta þessu, þú veist, og það koma kannski allir auga á þetta, en það þóra ekki að segja neitt, en kannski flesti vilja breyta þessu, hvernig ráðleggur? Hvað er ráðleggur þessu? Hvað er það að gera? Náttúrulega bara, það er bara alltaf samansann, einlegt og heiðilegt samtal. Þú berð ábyrgð sem yfirmaður, þetta er undirmaðurinn, hún er alveg skaðræði og hvernig ætlar að taka á því? Og það eru ótrúlega marga leiðir og það er mjög margi stjórnir sem hafa ekki kjark og hugur ekki til þess að taka á hegðunarvandamáli og að því þetta er hegðunarvandamál, ég meina, þú veist, prófessorinn getur verið með hegðunarvandamál að því að segir óviðeigandi hluti og hann er hranalegur og ekki góður með nemendur og sem er að kenna, eða þú veist, eða samstarfsfólk og hvernig ætlar að taka á því? Hvað ætlar að gera? Og það er í rauninni bara ein leið, það er að taka á því, það er bara að sittast niður með viðkomandi og það sem að ég verið ekki með á í mörgum fyrirtækjum að þá að verða að í rauninni að fyrirbyggja að það þurfa að koma að alvarlega samtalinu og áminningunni og þú ert bara ferð allir í vörn af því að ég er að segja eitthvað þig sem að þið líkar ekki og þú ert ekki einu sinni sammála því, að þá til dæmis að taka samtöl reglulega við starfsfólk og að því það er svo auðvelt að taka því að það er byrjun og vera með svona til dæmis við höfum mikið ég hef mikið verið að fara á milli með styrkleika þjálfun og við erum með styrkleika kort sem er bara 50 okkar kort og það er bara svona, nú langum að byrja þig, í hverju ert þú best? Hvað finnst þið vera þínir styrklegum og velja alveg 10 kort og það segja mér frá því hvernig þér og þetta er svo þælt að þetta er ekki segðu mér styrkleika þína og veikleika þetta er bara, fólk verður stumm þú færð ekki Íslendinga til að ryðja út úr sér einhverju rökrænu og einhverju sem kemur að gagni aftur á móti ef maður er komið með einhvern lista, eitthvað sem hjálpa sér eitthvað, þá er þetta orðið samtal og þá er svo auðvelt að ef að ég tek undir og ég bæti við jafnvel sem yfirmaður því mér finnst þú líka að vera með þennan styrkleika og þennan, mér blasa við það en mér langar að segja þér eitt það er bara hér manneskja sem að finnst þú pínlítið stundur stuðandi eða meiðandi eða 2 eða 3 eða að mér langar að ræða við bara heiðalum þetta vegna þess að það vill engin manneski vera vond við aðra manneski eða hranalega eða ljót það vill engin meiða í raun og veru og flesti vita eru að því en ef þetta er bara sett inn í samskipta mynstrið á öllum vinnustöðum að við stöldrum oft, við hittust alltaf í hverju mánuði kannski tekið einhvern einn sem að
eða þá að við förum í vinnu saman, bara styrkleika vinnu og skoðum og hjálpumst að og höfum heiðarleika leiðarljósi, þá erum komið eitthvað hjálpartæki sem að gera okkur auðveldara að tjá líka erfiðu tilfinningarnar. Þannig að þetta leiðin náttúrulega bara, við skulum bara tala meira og oftar saman, við skulum vera heiðarlegri og ég bara verða að fá að segja þér það sem að einhverjir aðilaður, náttúrulega fótur fyrir því, verður að vera eitthvað rök fyrir því. Og þá er þetta fyrirbyggja að þetta stóru bomburnar, sko. Allt í henni bara búið að henda ykkurum út af því að, já, hann var líka alveg ógeðslega leiðilegur eða hún og bara alveg, já, það er bara samskiptarleikur og hún er hætt. Það hefur verið hægt að koma í veg fyrir svo mikið af þessu. Akkurat. Bara til þess að bara forðast erfið ákvörðun, erfið samtöl og þá bara viðkomandi bara fjarlægur í staðin fyrir að setjast niður eins og þú segir með ákvörðunum aðferðum og tækjum og tólum í raun og veru. Já, af því við erum ekki og að ræða saman, fara yfir hlutina. Og við erum ekki með uppeldiskerfi sem hjálpar okkur við það. Við erum ekki með skólakerfi sem hjálpar okkur að tjá okkur, gera okkur grein fyrir tilfinningum okkar, tjá tilfinningar okkar. Við erum bara, þarna höfum við klikkað og þetta er miklu betra núna heldur en þegar ég var í skóla, miklu betra, að því að kennarar bara frábærilega velmenntaðir og þeir eru farnir að vinna með tilfinningagreind og öðruvísi nær maður ekki árangri þar en að tala tilfinningar og taka á hlutum og horfast í augu við hvað er frábært og hvað er kannski þarf að laga til þess að okkur líði öllum vel og svona. En þetta, við erum enn með heilu kynslóðna sem bara býta á jaxlinn og segja ekki neitt og vona hlutirni lagist, þor ekki að segja hvorki fallega hluti, nýja hluti sem þarf að segja sem eru kannski ekki svo þægilegir. Og þetta vandamáli. Þetta svona, þú veist, bara eins og við feministar orðunar stundum og pildi meðandi frekikallinn, hann bara ekki með tilfinningagreind og hann veður bara ennþá yfir allt og alla, en það að taka við kynslóð sem að leysir þessa að því frekikallinn, þannig ekki kallkyn bara, frekikallinn bara svona lýsing á öllum kynjum sem að eru bara með steypu í haustnum og yfirgang og valta yfir allt og alla. Og eina leiðin einmitt að fara í gegnum þessa vinnu frá unga aldri, að gera mig grein fyrir hvernig líðum við núna og hvernig getum við fundið út og saman því sem að við erum ekki alveg á eitt sátt. Og þannig að við eigum eftir að vera miklu betri. Ameríkana, alveg sama hvað manni finnst þá heimsálfu og þá sem manneskjur, að þá þetta alveg frá því að byrja að læra að tala. Já. Alltaf að tala tilfinning og hvernig líður og þetta, nú leið mér ekki vel með hvernig þú komst fram við mig og við höfum mikla tilhneigingu til þess að frekar að gera grín að þeim heldur en þetta svolítið fyndið, en samt sem áður, það bara alveg sama hversu þröngsýnt í litlum steini fólk býr, það getur talað endalaust ef það er rekin míkrafónn upp í nefið og tilfinningar sínar og allt og bara við séð þetta náttúrulega bara rosalega mikið í sjónvarpinu. Þú bjóst í Bandaríkjunum. Já, og yfir búður og mér veist þetta bara dásamlegt að búa þar. Já, ég bjóð þetta líka þannig ég tengi algjörlega við þetta. Já, þetta er alveg og setja barn í skóla þar og fylgja því eftir. Það er svo allt annað. Það er svo allt annað bara hvernig líð bara, og við erum að bjóða velkomin og nú viljum við heyra frá hvernig þér finnst að vera komin hingað og hvað þú kemur og hvað þú gerir þar og svo það bara frá byrjun verið að auðvelda okkur að setja hluti í orð og gera okkur þar með grein fyrir hvar við erum stödd. Við þurfum meira að þessu og þetta, en eins og þú segir, þetta að breytast, en eins og við fyrirtæki, þau geta gert eitthvað þessu, maður heyrir fyrirtæki og það er svona fyrirtæki sem eru markvisst
að stuðla að svona hlutum þar sem það er bara verið að taka fyrir sérstaklega bara hvernig fólki líður Já, og svona algjörlega og bara það mikil breytingi fyrirtækja í mörgum og hérna en eins og með frekakallinn frábært að skulle nefna frekakallinn Já, að því einhvern veginn þá finnst maður að hann geta byrst allstaðar, þú veist, hann getur verið að vinnustað, hann getur verið í fjölskyldunni já, þú veist, í einhverjum félagskap já, þú veist, það er bara þannig, en það skiptir svo miklu máli mitt að leyfa frekakallinum ekki að taka yfirhundina, að ráða, að stýra nákvæmlega og það þarf að stoppa hann Það þarf að stoppa. og við þurfum að eyða honum úr stjórnunarkerfin til dæmis og sem hann gerist alveg hægt og rólega að því þetta er meira svona steinrunnin manneskja sem fer sínu fram nákvæmlega sama hvernig öðrum líður með það. Já, og vil kannski ekki endilega vera hluti af heildi að vinna með öðrum. Nei, alls ekki nefnilega. Þetta er svona einveldis mjög erfitt að eiga við og þessi auðvitað aðlega hafa tróða sér í stjórnunarstöður náttúrulega og oft í gegnum pólitík ekki þarftu neina menntun til að bjóða þið fram sem alþingismaður skilur og kannski ertu bara kosin og þú hefur enga bakgrunn og enga tilfinningagreind og ert bara frekikallinn skiluru. Já, og eitt af þessum hún skrifar í þinni rannsóknu í meistariritgerðinni, það er húmor og völd. Já. Að svona frekur kall, hann getur verið að nota húmor. Já. Með neikvæðum hætti. Nákvæmlega. Og það mikla tilfinningagreind til þess að nota húmor og vanda til þess og hafa að færi sínu fjölbreytileikan skilur. Já, en svona manneskja myndi þá frekar vera að gera lítið úr öðrum með húmornum. Já. Og sína ég er æðri en þú og svona, þú veist, gera grína öðrum og það er taka fólk niðurlægja taka fólk niðurlægja af því að við komst aðeins inn á það, mér langar aðeins að nefna það því að þú varst að tala að í þínum hópa fjölskyldu var þennan svarta húmor og ég oft hugsaði mér þetta bara gegnum tíðina að þú veist að erum við Íslendingar erum við ekki svolítið svona svartan húmor og nú er ég ekki að tala að svartur húmor stöður endilega alltaf verið neikvæð, hann getur bara bæði jákvæður og neikvæð þetta er svona sarkasm neikvætt það er svona, þá er þetta snýst að upphefa sjálfa sig meiða aðra En hvernig sérðu þetta? Var þetta eina svarta húmor? Svartur húmor sem að til dæmis sarkastik það er svona pínuhæni að gera grínað að það er það getur verið svo góðlátlegt skilur og það er og bara til dæmis í fjölskylduna þá er eitt sem að er bara með hefur átt í miklum erfiðleikum með bara að rata á milli stafa og hann er og grínið gengur út að bara eigum ekki að fá Björgvin bara til þess að leiðin okkur hvert við erum að fara, ég er ekki alveg viss í hvaða átt og svona og þetta honum jafnfinduðu okkur og kallaður sem sagt mannlega rattækið og þarna getur þetta farið auðvitað út í öfgar og hún getur farið að sárna en það til dæmis hefur ekki gerst og við hlæjum alltaf jafn mikið að því hvað ég er rosalega seinheppin og brýt mikið, ég heyri að það brotnaði eitthvað en mamma kom inn og þetta er svona, þetta er kald, hæðnislegur húmor á okkar kostna og við notum að hvert á annað kannski en erum líka komin á staða ég nenni ekki láta gera grína þessu eru þið til í að hætta því og allir til í að hætta því þannig að við getum tala saman það líka og svo kaldhæðnishúmor sem að til dæmis þegar farðir að rannsaka hvenær börn fara að þróa með sér húmor og hvenær að það er ekki fyrir en svona 11 ára sem þau fara að fatta húmorinn er ekki bara rétt að við förum öll núna bara í hringin í kringu landi og það brjála veður að það minnst að góð hugmynd og þau segja bara eiginlega nei það er ekki góð hugmynd þegar svona vont veður
í staðan fyrir að taka undir og hlæja sko og þetta er svona öfugmæli þetta segja annar heldur og akkurat annað heldur en það er svona það er kannski einfaldasta og svona augljósasta dæmið þennan svona að vera pildið ironískur eða sarkar það er ekki gott að greina þetta Nei. En hvað svona í gegnum tíðina þú hefur bæði leikið og leikstýrt og unnið með og leikið alls konar karaktera hvað sko fyrstulega þá langum bara að spyrja þú reynda búin að koma inn á það helling sko, hvað finnst þér að vera fyndið hvað finnst þér að vera fyndnast hvað er svona húmor sko mér finnst til dæmis ég bara nú er ég með sko mjög mikið í gleðibankanum mínum og ef að ég sko þarf virkilega lyfta þá til dæmis svona óskaplega gaman að fara skrolla og ég safna í hérna á Instagram það eru sko vídeó af litlum börnum og köttum fólki sem að rennur í hálku og svo fyndi það tvær til stundum þá bara hugsa ég hvað þetta var vont og stundum fæ ég hláturskrampa og ég get ekki útskýrt hver er munurinn þau runnu bara á sama stað sko og þetta finnst mér alveg óstjórnlega finnst rosalega af sjónvarpsþáttum þá til dæmis finnst mér svona aumingja húmor vissir þættir ekki kvikmyndirnar en þættirnir þeirra klán mér fannst þessi vandræðagangur og þessi sillingur að gera svona villu það hefði rosalega og hérna ég er Fawlty Towers aðdáandi Office svakalega af svona tegundum af húmor og svo byggum við nú til alveg seríu sko heilsubæli sem að var mikið bara slapstick húmor það var eiginlega og mér finnst það oft mjög skemmtilegt mér finnst ákveðinu uppistandar alveg svakalega fyndnir aðrir ekki mér finnst til dæmis Ari Eldjárn er bara að mínum að þetta er alveg á heimsmæli hvarða en það er náttúrulega eini okkar sem hefur komist í netri sem mér finnst hann oft hlusta á hann mér finnst hann alltaf ég að fyndin og þegar maður fer að greina það aðeins þá er hann þá gera hann grína sjálfur sér og sínum alveg linnulaust og það verður svo fallegt og það verður svo manneskjulegt og það er það sem þú sagðir mitt áðan í upphæfi að hérna við vorum að byrja var þetta stjórnendur og fólk sem er ekki alveg örugt með húmor það getur verið að gera svolítið grína sjálfur sér Já. En þú segir slapstick húmor hérna hvernig skilgreinum við það? Sko slapstick hvað þýðir það? Það er svolítið skemmtilegt einmitt að hérna ef maður er í London í jólin að þá getur maður séð hvaðan þetta orð kemur og þetta er sko að detta á rassinn húmor er ægilega vond þýðing og vond skilgreining en það er ekkert sem að hægt er að slapstick er í rauninni spýta og Punch og Duty þið sjá þetta jólin í London að þá er svona brúðurleikhús og þau eru hjón og hún lemur hann með spýtu þegar hann fyrir töðan hann sem er oft þannig að hann segir eitthvað og hún she slaps him with a stick og hérna og þau eru alltaf að rífast Punch og Duty og þaðan kemur þetta þannig að bara þetta eins og Chaplin, Buster Keaton þetta að hérna það dettur hús og þú stendur upp úr glugganum sem að er ein Buster Keaton senna sem er fræg Guð og Gokk eða Laurel and Hardy þetta er alveg dæmi hérna svona slysalegt þetta tengist aldrei óhöppum og slys Marta Ísland sem að Jim Carrey hefur að gera það er svolítið svona hann er slapstickleikari alveg óskaplega flinkur og að því það var nú komið mynd að því að það er umræða það sem er kvikmyndir að hérna þú er náttúrulega ekki mörgum hérna kvikmyndum, grínkvikmyndum og líka þáttum en það hefur verið svolítið lítið á grínkvikmyndum undanfarin ára því að svo kom Naked Gun núna daginn og hérna
og hún var ofsalega vinsæl, þannig að nú getum við að fara að sjá fleiri, þá nú að tala um Hollywoodmyndir sko. Já, endurgerð, endurgerð sko, og Naked Gun, það kannast nú margir það, er það ekki svolítið svona slapstick? Það er alveg ekta Er það ekki ekta? Og til dæmis orðaleikir og svona, þú veist að það heilsubæli í gerðarkörfi? Einmitt, og að sko, þetta er meira líkamlegt, þetta er líkamlegt grín og hann var Leslie Nielsen sem að lék í Naked Gun fyrstu að sko ég hef ekki smekk fyrir þess að númer 2 bara mér finnst hún ekkert fyndin þessi sem kom núna daginn þessi nýja á meðan ég trillist yfir hinni sko. og það bara segi ég hann er bara miklu betri gamanleikari af mínu mati Leslie Nielsen sem lék hann þá og það var ótrúlega mikið og það er náttúrulega bara farið voðalega mikið í til Mr. Bean sko, þessi vandræðagangur þetta líkamlega grín og svo er annað sko slapstickan hefur ekki með orð að gera heldur gjörðir sko og vont að finna ekki já, af því þetta er alveg notað og maður heyrir þetta og við heyrum þetta orð og en það er alveg rétt en sko eins og sé það er náttúrulega alveg þetta er svo ótalmar sem þú verður að gera eins og heilsubælið að það er ennþá börn að horfa alltaf á það út allan væði sko á heilsubælið eftir að þetta er lifað alveg svakalega miklu og góðu lífi alveg stöðugu og það er og náttúrulega við getum þakkað netinu það eða kent því því að þetta glatast þetta ekki mikið að kenna þetta er dásanlegt þetta en það er bara þar með verður gríni til dæmis sem að hefur náð til breiðshóps að því nú er grín aldrei þú veist þetta finnst þú þetta ekki fyndi heldur hversu margir hlæja því hversu margir haldi upp á það en samt þú veist eins og með þetta er samt eins og þetta sé tímalöst þetta virðist vera tímalöst og ýmislegt ég séð aftur og aftur lifna á netinu eitthvað atriði sem við vorum með í skaupum áramótasköpum í gamla þetta það er eitthvað eitt og eitt sem kemur aftur og aftur og það er mjög merkilegt mitt og netinu að þakka að þetta lifir og fólk elst upp við en þú sér það er náttúrulega ástæða fyrir því að góðar gaman myndir ef það veri auðvelt að gera það þá náttúrulega væri hver einasti kvikmyndaframleiðandi auðvitað búið til eina slíka til að fjármagna allt hitt sem að langar til að gera en það er oftar en ekki það er bara því miður þar virka ekki en er eitthvað svona karakter sem þú hefur leikið svo ótal marga karakter eitthvað svona einn eða tveir sem að þið þykir svona vænstum eða þú mest gaman af eða fannst gaman, þú ert náttúrulega enn að leika þú ert að leika núna náttúrulega í hérna Klöru og ert í leikhúsum hérna að leika leikhúsinni þannig að þetta getur náttúrulega þróast og breyst og allt það en er eitthvað svona í uppáldi hjá þér hvort sem að það er núna í dag eða áður fyrir eiginlega allir það bara, mér finnst rosalega alltaf með ég að gera þetta þegar ég að þessu þá veitir að mér svo mikla gleði að búið til alls konar karaktera og túlka en sko kannski karakterin sem hefur fært mér heilu kynslóðirnar bara í fjölskyldu bankan að það er náttúrulega þessi klassíska mynd Stelli í Ólofi og þar sem að náttúrulega auðvitað slapstick leikari Íslands, hann er sá flinkasti sem við eigum sko og og þessi mynd virðist líka bara ganga í næstu kynslóðir og endalaust og alltaf og það sko ef maður fer að fara í gegnum húmorinn þar þá hann þetta farsaformúla sem mjög erfitt að gera og ég hef ekki séð í neinni annarri kvikmynd þetta að misskilningurinn og þessi heldur að hinn sé og svo framvegis sem að heppnast ótrúlega vel í þessari mynd og svo náttúrulega þessi sympatíski karakter Stella sem bara venjuleg kona hún bara venjuleg kona og hún í gamanheiminum þá hún eins og Klara svolítið svo kallað fít og sem sko til að byggja upp kannski aðal grín karakterinn og það svo þakklátt oft að fá að vera það og ef vel tekst til og
þá er það svo mikið fjársjóð fyrir mann að eiga það, sko, geta það. En þessi mynd sem að mér finnst vera svo ótrúlega velukkuð en þá, og þrátt fyrir að þetta bara svona venjuleg kona og Stella, að þá hefur fært mér kannski hvað mest af fólki, lítil börn, þekkja mig sem hana, sko. Já, það ekki væntur þig. Já, horfa og koma og fagna mér og þetta var svo mikið. Já, þetta er Stella. Já. Ertu þá stundu köllu kannski Stella? Að börnum, já. Það finnst bara eðlitt í heiti. En það er svona, þá er ég að tala um annað heldur en kannski að leika hluti, því það er gaman að leika alla karaktera. Já, akkurat. En, eða finnst mér, en þetta hvað hafa þið skili eftir að hvað er fært manni. Já. En er Stella í þér, þetta? Hún er alveg ég, bara svo ofsalega venlega langa til þess að bara redda hlutum og gerir þá jákvæð og bjarsýn. Já, sér alltaf lausnir. Já, dásamlegt. Og þá er mitt að, þú veist, með heilsubælið og stæli orlofi og svona þann húmor sem er þar, þú veist. Já. Getur við notað þetta eitthvað á vinnustæði, þú veist? Er þetta eitthvað þarna sem að... Sko, ég segi alltaf í gleðibankanum. Já. Til dæmis saði ég við þau hérna eitthvað svona erfitt á eitthvað svona fjármálavinnustað og bara ekki einhvern veginn bara það er mikið auðvildar að grípa í gleðina sko á leikskóla þar sem að bara þau eru gangandi gleðibombur öll en akkur sittist ekki niður bara í 5 mínútur deili myndböndu, ég ætla að sýna ykkur það sem að mér finnst fyndnast bara þetta og hvort sem að ég kann að meta þitt eða ekki þá hef ég gaman að sýna þið mitt þá er þetta ykkur kannski 10 mínútur og þetta er bara nokkra sekúnda myndbönd og það er algjörlega klart mál að við eftir að enda flissandi og það að flissa pildi og fara svo að vinna það er bara búið að gera mig að allt miklu betri starfskrafti sko. Þannig að þetta er bara og láta fólk sittast aðeins í hópa og deila einhverjum sögum. Það er bara, það þarf svo lítið og ómerkilegt og sumir einmitt einkona sem hún sérst alltaf setta Stella þegar hún væri verulega niður dregin og fengi vinkonu sína með og svona þannig að þetta er bara svona, þetta er svona sammeilegt en svo langar mig að segja því að ég sko að svona horfbeitt pólitískt grín, það finnst mér líka alveg ofboðslega skemmtilegt, en þar er ég á miklu, þar er maður komin á hálan ís. Já, hvernig byrtist það? Það er til dæmis karakter sem að ég bjóð til og með filter, þar að segja hún er allt öðru síðu í útliti og nota filter á Snapchat og býr til gamla konu sem er hortug ég hef séð þetta. Já, og hérna og það er nýlegt frekikallin, hún er frekikallin dæmi frekakallin sko. Og þarna fæ ég útrás fyrir allt annað heldur en til dæmis að leika Klöru sko. Af því allt er þetta vinna öll hlutur sem við tökum á okkur er sjálfsvinna mjög mikil sko. Og þarna fæ ég pildi útrás fyrir ónóta hylkið í mér og það sem pirrar mig í samfélaginu að þá get ég sett út á þetta yfirleitt bara svona 30 sekundur. Já, ég var að segja þetta en þá er ég að meina þetta var svo gott þú veist, að því ég horfi á þetta ég gleymi bara þetta að segja þú sko. Já, og þetta gleður margar en samt veit ég það náttúrulega þetta gleður en eins og maður vinnustað og bara annar staðar, fólk er að koma saman og þau eru að tala um þetta eins og með Félix og Klöru og það sem ég er búin að horfa á að það sem ég hef séð þetta að það gerist bara mjög fljótt sko að margt sem ég hlóað en svo líka margt sem ég var svona hugsa yfir og ég fór til mér að nú segi ég sko, ég fór að vorkina þér svo skilur þið? Einmitt, og ég fengi alveg bréf frá vinkonum mínum nákvæmlega að segja, viltu fara að skilja við hann? Þetta er alveg óþolandi hvernig getur hún er svo með þér
og þetta sko, það sem kannski kjarnin í þessu og sem að mér á svo stórkostlegt er að því nú skrifa þeir handritið Jón Gnarr og Ragnar Bragason stundum ég eitthvað í einhverjum handritum en þetta er þeirra handrit og frábært og það sem að og mér finnst það svo gott að lesa það svo veit maður aldrei hvernig það endar það getur vel verið að það bara virki ekkert þar sem að maður var ægilega hamingjusam með og lék og svo bara ferða ekki víða það líkar ekkert mörgum en þetta virðist vera þjóðarsálin ég hef aldrei hitt margt fólk sem horfir sko djúpt í augun á mér og skekið tilfinningalega og trúið mig fyrir því að Felix sé eiginmaðurinn eða faðirinn eða búi í stigagangnum og Guð minn góður Klara er mamma mín eða bara ég er Klara og þannig að þessi karakterar þeir hitta beint í hjartastað og það er mjög merkilegt að og þarna þarf að koma til ég vil meina við sem þetta rétta fólkið hann hafi valið rétt Raggi að láta okkur leika þetta við gerum handritinu sko gott en þetta er fruntalega vel skrifa handrit óskaplega skemmtilegi karakterar og ég man ekki eftir að sko svona löngu tímabil þetta var allt sumarið og ég hlakkaði svo til að fara í vinnu alveg bara jafnvel að vakna 7 og mæta 8 mér fannst það svo gaman og horfa á hann Jón leika að það var bara þetta bara eitthvað dásanlegasta sumar sem mann eftir að því finnst það svo óstjórnlega flinkur og svo mikið snillingur að gera óbærilega leiðilega menn svo ég farin stundum fæ ég bara alveg svona í hjartað í vorkinunum svo hann veit þetta ekki, hann getur ekki bætt sig einhvern veginn virðist vera já, akkurat, já þetta er einmitt að að þú hlakkir til að fara svona mikið í vinnuna sko því hann er svo liður já þetta er alveg sérstök ánægja einmitt að horfa á mótleikara sín og darsta þeim það er sérstök gjöf já, akkurat já. En eins og með þetta stykki og svo fleiri og svo Stellu og Helsabali þetta er alls konar, þetta er ólíkur húmor hann að byrtast og sem í gangi, alls konar mjög ólíkur húmor ég meina, það kemur hann inn sorg, tregi, það eru erfið hluti sem við verðum fjallum líka veist, þetta er allt mannlífið í raun og veru já þannig að það er svo skemmtilegt og maður ætti mjög erfitt með að búa til einhverja svona eða þesta orð, þetta er svona tegundahúmor, þetta er svona nema það er alveg augljóst að það er meira af svona líkamlegu gríni að þetta lendi í slísum í sumu efni heldur en öðru og maður getur alveg bent á það er ekkert af slapstick-húmor til dæmis í Felix og Klöru þetta er mjög bara svona manneskjulegur raunsægislegur, þetta er svona gaman drama myndi ég segja hérna Felix og Klara öll serían og það er vant með farið eins og farsarnir eins og þú hefur sagt já þeir eru náttúrulega bara það er erfiðast af öll að setja upp farsa af því það þarf að vera allt rétt það þarf að vera og það eru fáir góðir sko, fáir vel skrifaðir og þeir þurfa að vera alveg brjálæðislega vel skrifaðir svo þarf að vera alveg hárréttur leikstjóri og það þarf að vera í hverju hlutverki alveg sko það má ekkert eitt vera svona hefði kannski ekki átt að vera í þessu hlutverki það verður alltaf að vera fullkom og svo er þetta eins og að semja symfóníu eða tónverk að það er ákveðin hrynjandi í leik sem að verður að vera réttur í farsa og auðvitað alltaf verða mikilvægt að sé og leikstjórin á að skynja hrynjandan en aldrei er það jafn áríðandi og í farsa að því það er sko hratt og svo bara þögn og svo hægar og svo hratt hægt og alls konar svona sem er bara og við ég leikið í nokkrum Sex í sveit var mjög vellukkað farsi hjá okkur
og ég hef séð Flóaskjunni pælt mikið í því og það er mynd þetta sko við settust niður alltaf eftir hverju einustu sýningu í Sex í sveit og fórum yfir hvað er hann til að lengjast þarna einhvern veginn, ég veist eins og rytminn sé ekki og það, til að laga, til að kipa í spotta því þetta er bara eins og flík það var að saumana alveg rétt og þetta er vandarsamast við Þannig rytman, fara upp og niður það getur samt verið inn á sömu senunar já. Það er alveg algjörlega og hver og einn karakter já, einmitt já, Daríu Fók gerði farsa skemmtilega og það er til nokkrir en svo er þetta gaman leikrit eða er þetta farsi og þarna og eina eiginlega sem svona besta setningin sem ég heyrði var sko að farsi, einkennin farsa er að áhorfendur eru alltaf með það á hreinu hvaða slys á eftir að eiga síst að þeir eru alltaf á undan af því að þessi fór út og þessi kom inn og við vitum að við með ekki hittast og við vitum að hann mun koma fljótt inn aftur þannig að við erum komin með bara í magan og hláturstrillingi vonandi að þetta muni fara Er það þá svipað eins og við vitum það er hann að vassfata uppi og þegar við komum til kemur inn og opna hurðina þá hellist úr fötunni en karakterinn veit það ekki enginn á sviðinu ég er alltaf sá sem veit og get byrjað að kvíða fyrir eða baka til eða eitthvað Heyrðu, við erum búin að fara yfir alls konar hluti og marga hluti heil mikið, ásamlegt alveg hvað er eitthvað fleira í þessu í tengslu við húmor og stjórnun og jákvæða sálfræðina og þetta sem við erum að fara yfir eitthvað sem væri gott að mér finnst nefnilega skoða betur eða já, sko það er bara mér steila svo góð lokasetning ef ég má að sko ég vil hvetja alla til að taka gleðina alvarlega og ekki síst að taka húmorinn alvarlega svona bara skilabót í heiminn frábær skilabóð þetta er byrjumstótt hjartans þakkir fyrir að koma takk fyrir að bjóða mér þetta er mjög gaman að fá kjaft er það ekki? Við verðum að fá að gera það og eins og ef við varst að segja líka á hana bara leðu kveðimynda við þurfum að vera duglega að við kveðum fólk til þess að tjá hvernig þið líður hvernig þið hefur það ekki sagt einmitt það er þannig 1000 þakkir takk fyrir og við þökkum ykkur kærlega þeir sem voru að hlusta og líka þeir sem að voru að horfa og eins og við segjum að endilega við erum duglega að tjá ykkur og segja frá hvernig ykkur líður og við hlökkum til að vera með ykkur næst og hafa það sem allra best